Já, þeir eru sestir hérna hjá mér Bogi Örn Emilsson og Magnús Björn Ólafsson. Ég ætla nú að byrja á þér, Bogi. Þú ert í þessum hóp sem er að reyna að kaupa Morgunblaðið. Almenningshlutafélag, er það ekki? Jú, það passar. Heldurðu að þið hafið einhverja möguleika á að fá að kaupa blaðið? Já, við bundum vonum við það, já. Já. Þetta snýst verð á þessum tímapunkti og við bindum vonum við það að við eigum allavega möguleika. En hvers vegna eru það að þessu? Já, hópurinn sem stendur að þessu trúir því að það sé mjög mikilvægt fyrir þjóðarsálin og lýðræðið á Íslandi að það sé óumdeildur einn frjáls óháður fjölmiðill til staðar. Og þarna tækifæri til þess að láta það verða veruleika. Og að Morgunblaðið geti undir stjórn svona félags verið það? Við höfum trú á því, já, að raunverulegt almenningshlutafélag í góðri stjórn sé vettvangur fyrir lýðræðislega umræðu. En það eru fleiri að keppa, þeir eru, hvað er þetta, 4 eða 5 aðilar sem eru að keppa? Það eru 4 aðilar, já. Já, en er ekki staða blaðsins líka, þetta er náttúrulega vonlaust dæmi, bara að reka það. Það er fyrir alveg skelfilega sögur af skuldastöðum okkar. Já, náttúrulega í núverandi mynd að þá er félagið órekandi og raun gjaldþrota. En það er náttúrulega ljóst að það verða gerða breytingar á því við sem sagt breytingu á eignarhaldi, hver sem sú breyting verður. Að það verða afskrifaða skuldir og... Já, ég er hræddur að það sé nánast óhjákvæmilegt. Já. En hvaða verðmæti sérðu í Morgunblaðinu sem eru þess virði að varðveita? Morgunblaðið er náttúrulega ein af stofnunum samfélagsins. Þarna eru gífurleg verðmæti falin í fólki, verkferlum, þekkingu til þess að reka fjölmiðil og reynslu. Nú, þarna eru mikil menningarsögulegu verðmæti, þannig að það eru töluverð verðmæti þar til staðar, svo ekki séu nefndar hinar efnislegu eignir. Já. Það er talað ljósmyndasafn til dæmis, gagnagrunn og fleira. Ljósmyndasafn gagnagrunn sem spannar frá árinu 1913. Þetta eru ómetanleg menningarverðmæti. Já. En hvað eru margir sem eru komnir í þetta félag? Við erum komin vel á 800 í dag og fer ört vaxandi. Já. Við þurfum reynda fleiri, viljum gjarnan fá sem flesta þessu borði og skora á fólk. Og skrifar þá hver sem fyrir einhverjum ákveðningu? Hver fyllir út viljayfirlýsingu það, hann vilji leggja þessu félagi til einhverja ákveðna upphæð. Og þar með er fólk að kvitta upp á þau markmið sem við höfum kynnt á vefsíðun okkar almenningshlutafélag.is. En ef þú ert með 800 manna félag á stjórnar svona blaði, er hægt að þú veist, úr því verður að velja einhverja stjórn, er það ekki, sem er svo einn endanlega stjórn blaðsins? Jú, ef við náum árangri og þetta félag eignast Morgunblaðið núna í lok þessara viku, þá verður skipuð stjórn og sú stjórn verður ábyrg fyrir því að fylgja eftir þeim fyrirmælum sem hluthafar félagsins setja á reksturinn. Og það er þá frjálst og óháð? Frjálst, óháð blað, já. Krítískt, blað sem ver lýðræðið og frjálsum umræðið þjóðfélaginu. Já. Magnús, við ætlum að tala einmitt frjálsa fjölmiðla. Þú ert að skrifa núna á vefritið Nei. Já. Og þú hefur svona vissar efasemdir það að fjölmiðlar hafi verið frjálsir og þeir hafi fylgt sínu lýðræðislega ábyrga hlutverki. Já, vægast sagt. Sko, þetta er náttúrulega umræði sem að gífurlega flókin og viðfeðm, en það er kannski mikilvægt að dempa sér beint í grunninn og Íslendingar vilja kenna sig við lýðræði, við erum lýðveldi Ísland og þá er kannski við hæfa, ég spurði þig bara, hvað er lýðræði? Getur þú svarað því? Ég ætla ekki að Þú ert ekki að reyna því. Ég ætla ekki að reyna það núna á þessum stundatíma, en ég tel mig hafa hugmyndir það. Ok, burt sér frá því hvað hugmyndir fólk hefur lýðræði. Þá er lýðræði alltaf háð því, það er að segja þáttaka almennings í lýðræðislegri umræðu er háð því að almenningur hafi aðgang að óháðri uppsprettu upplýsinga. Það er að segja uppsprettu sem er ekki menguð af flokkpólitískum hagsmunum eða fjárhagslegum hagsmunum. Og það er engin af meginstraums fjölmiðlunum sem fellur undir þetta í dag. Og þá spyr ég bara aftur, hvert er hlutverk fjölmiðla eða fréttamanna í lýðræði samfélagi? Þú ert fréttamaður og hlýtur að gera einhverja hugmyndir það. Upplýsa, leita sannleikans. Ég til að minna ég vera heiðarlegur og réttsýnur og ekki standa með
peningaöflum eða stjórnmálaflokkum. Óháð því hvort sannleikurinn sé óþægilegur? Já. Ok, það sló mig þess vegna, ég hafði svipaðar hugmyndir. Ég hlustaði á síðdegisútvarp Rásar 2 í desember og þar var jólasveinninn að tala og hann kallaði sig Gunnar Smára Egilsson og hann var verið að tala ábyrgð fjölmiðla og hann sagði að það væri ekki hægt að kenna fjölmiðlamönnum slæmt fjölmiðlaumhverfi, hann viðurkenndi sem sagt sjálfur að fjölmiðlaumhverfi væri fyrir neðan allar hellur, heldur væri það almenningi að kenna. Og hann tók sem dæmi að hann hefði vælt lengi vel yfir grænmetisborðunum í stórmörkuðunum af því að kartöflurnar voru ónýtar og laukurinn var ekki nógu góður. En svo gera hann sér auðvitað grein fyrir því að það var ekki við kaupmann að sakast vegna þess að hverjir búa til grænmetisborðið í kerfi sem einkennist af lögmálum framboðs og eftirspurnar, jú, það eru neytendurnir. Og þess vegna það eru neytendurnir sem að bera ábyrgð á þessu. Og svo tók við sem dæmi að í Þjóðleikhúsinu þá alltaf sýningin hart í bak vegna þess að fólk vill bara sjá þessa meðalmennsku aftur og aftur og aftur og meðan aðra sýningar eru látnar flakka. Það er að segja, fjölmiðlar þessi helsti arkitekt íslensk fjölmiðlaumhverfis í dag skilgreinir hlutverk fjölmiðla þannig að þeir séu einhverjir skemmtikraftar, að þetta séu eitthvað fjölleikahús sem á að skemmta fólki, svara eftirspurn eftir þægilegum og góðum fréttum, raska yngri ró. Í góðærinu, sagði hann, var krafa góðar fréttir og þá fluttu fjölmiðla bara góðar fréttir. Og sannleikurinn þá bara í algjöru aukahlutverki í þessu leikriti. Hvað er eiginlega í gangi? Jú, auðvitað 365 fjölmiðla samsteypa í einkaeigu, henni er einfaldlega lagalega skylt að hámarka gróða hluthafa, ekki satt? Ef að þeir eru þó að keppa áhorf og vilja bara sýna þá einhverja þægilega fréttir sem allir vilja sjá, þá stangast það á við þessi markmið sem þú sagði sjálfur núna áðan að væru frumforsenda allra fréttamanna. Það er að segja, systemið sjálft, þessi fréttastofa er í mótsögn við sjálfa sig. Og hvað gerist þá núna þegar ríkissjónvarpið, hvert er hlutverk ríkissjónvarpsins? Upplýsa, fræða, standa vörðum menningarleg gildi þjóðarinnar og bla bla bla. Og skemmta líka. Erum við ekki að fara að skipta yfir í auglýsingar eftir? Er þetta ekki að vera komið gott hjá mig bara? Vil ekki fá þetta svona 5 mínútna stjórnumáltíð og svo getur fólk fengið ára. Þér nú velkomið að tala samt aðeins lengur. En þú vilt meina, það er náttúrulega eitt sem við verðum kannski að fókusera á því að það er svo lærdómsríkt, það er frammistaða fjölmiðla í þessum tíma útrásarinnar. Það er náttúrulega bara skólabókardæmi og eitthvað sem þarf að rannsaka bara til að eiga það svona á skrá. Já, það er mjög áhugavert það er allt eins, fattarðu. Allir íslenski fjölmiðlar, þeir eru allir eins uppbyggðir, allir fréttatímarnir eru eins. Það er talað við sömu fámennu klíku fólks, það eru fengið svona álitsgjafar, til dæmis Pétur Blöndal, rosalega hlýtur sá maður að vita mikið, hann er í hverju einustu viku, þá er Pétur Blöndal fenginn í hvern einasta umræðu þá til þess að gefa álit sitt á einhverju máli sem að ég get ekki ímyndað mér að hann hafi svona viðfæma þekkingu og djúpa þekkingu á öllum þessum málum. Þannig að það er alltaf að tala við sömu klíku fólks sem veit ótrúlega lítið alveg ótrúlega margt og þetta fólk á að segja mér og þér hvernig heimurinn er og virkar. Og þetta er svona stemningi sem hefur verið í þjóðfélaginu. Það er að segja, það hefur aldrei mátt fara fram nein grundvallar umræða þau gildi sem þetta samfélag byggist á. Aldrei nein grundvallar hugmyndafræðil hafa allir verið samdauna þessum óhefta kapitalisma, þessari neyslu geðveiki. Og það er engin mælikvarði á heilbrigði eða gæði fjölmiðla að vera samdauna gjörsamlega sjúku samfélagi. Það er það bara ekki neitt. Þetta er bara, finnst mér, grafalvarlegt mál og ábyrgð fjölmiðla í þessu efnahagshruni. Þeir hafa allir brugðist yfirlýstri skyldu sinni. Hver er einn einasti. Það er sem ég segi, þetta er skólabókardæmi. Þetta er skólabókardæmi. Það er eitthvað sem þarf að rannsaka að þetta var í rauninni. Sástu Hard Talk Geir Haarde. Af hverju heldur að Geir Haarde hafi komið út úr þessu viðtali eins og hann væri þroskaheftur eða siðblindur? Það er vegna þess að það hafi verið að tala mannamál. Það hafi verið að, blaðamaðurinn tók ekki þátt í þessum skrípaleik með honum. Hann spurði hann einfaldra spurninga. Hann sagði, elsku Geir, það þarf ekki rocket scientist, eldflauga vísindamann, til þess að fatta, til þess að skilja hvað ég er að spurja þau. Og þar með heldur hann myndi tala svona við Gordon Brown, þessi blaðamaður? Það skiptir ekki máli. Það skiptir bara nákvæmlega engu máli. Það er ekki hægt að segja, þú veist að tala alkohólista áðan, skilur, það er engin afsökun fyrir ofdrykkjumann að benda á sprautufíkil og segja þessi verð en ég.
vandamáli til staðar enga síður. En sérðu von í því að fjölmiðlarnir, þeir eru náttúrulega augljóslega orðnir krítískar, við tölum Morgunblaðið áðan, að Morgunblaðið í einhverju lausu lofti varðandi eignarhald og allt í einu Morgunblaðið orðin líklega krítískasti fjölmiðillinn allavega á alla þessa efnahagsgjörninga, Tortóla og fleira. Já, það er ekki bara hlægilegt. Krítíska, nú skulum við tala mikilvægi þess að fjölmiðill sé óháður. Hlutleysi er náttúrulega ekki til. Það er ekki hægt að vera hlutlaus. Maðurinn er bara félagsvera og við þurfum ekki að fara út í það. Manneskja getur ekki verið hlutlaus nema sé unga barn eða hugljúmaður senmungur. Það er bara einfalt mál. En að vera óháður, það er að segja að þitt sjónarhorn sem manneskja sé ekki þvingað af einhverjum flokkspólitískum eða fjárhagslegum öflum, það er hins vegar allt annað mál. Mikilvægi þess að almenningur hafi aðgang að óháðri uppsprettu er rosalega, ef þú tekur til dæmis Morgunblaðið, tökum vefritið Nei sem ég starfa fyrir. Þar ertu með vefritið Nei og undirmálsgrein undir nafninu stendur Kommunískt Dagblað. Fólk veit allavega sjónarhólinn sem við erum að presentera hlutin út frá. Við erum ekki að gefa okkur út fyrir að vera neitt annað en það sem við erum. Við erum Kommunískt Dagblað. Hvernig svo sem fólk vil skilja kommunisma, þá skiptir það ekki máli vegna þess að við erum með skilgreiningu á því hvað kommunismi er. Morgunblaðið hins vegar, sem er málgagn Sjálfstæðisflokksins, og hefur alltaf verið málgagn Sjálfstæðisflokksins og þessara hægri stefnu, er að gefa sig út fyrir að vera eitthvað hlutlaus miðill sem að allir vita að það er ekki. Þannig að fólki er seld einhver hugmynd sem ásæður einhver stóð í veruleikanum. Hvernig líst það þá að Morgunblaðið verði stjórnað af svona almenningshlutafélag? Mér líst ágætlega á það, en á sama tíma þá mun þetta almenningshlutafélag alltaf vera háð tekjum í formi auglýsinga og það er sem getur strítt gegn þessu, ég veit ég langar ég fara að klára ég er alveg að klára að við erum að fara í auglýsingar. Nei, það er ekki að þið þurfum við erum að hleypa fleiri gestum. Ok, þá skulum við enda þetta því að miðill sem er háður auglýsingum, hann getur ekki sinnt þessu hlutverki sínu svo vel séð. Ég skal taka dæmi. Heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis gaf út skýrslu út árið 2005 að sem kom í ljós að ofgnótt og ofneysla og eru helsta heilsufarsógn Íslendinga. Af þeim 5 þáttum sem helst minnkuðu lífsgæði og styttu lífslíkur voru holdarfar og hreyfingarleysi. Þetta er kannski Pétur Blöndal að tala í Kastljósinu og svo skiptið yfir í auglýsingar. Og hvað eru auglýsingar? Auglýsingar eru áróður sem á að selja fólki, sem á að hvetja til aukinnar neyslu og selja fólki þá hugmynd að þau vanti eitthvað sem að hafa eitthvað þörf á í raun og veru. Að búa til langanir og getur aftur ekki hamingi Pepsi og svo allt þetta. Kastljósið til dæmis, þarna klippir yfir úr frétt það sem við verðum að tala að við hefum neysluvandamál að stríða og sjónvarpið, miðillinn sjálfur fyrir síðan að hvetja til aukinnar neyslu. Hann er í mótsögn við sjálfan sig aftur. Það er svo mörgu að taka það hálfa verðina. Ég ætla að bjóða þér aftur í þáttur, Magnús. Takk ykkur tveimur fyrir að koma og höldum hér áfram með Stefáni Einari Stefánssyni viðskiptasiðfræðingi.